Föstudagsþátturinn verður ekkert mikið lengri að þessu sinni en við endum að sjálfsögðu á tónlist eins og við gerum alltaf og hingað til mín komin tónlistarkonan Vala. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir. Þú ert að senda frá þér, þitt þriðja lag, það ekki? Já, formlega þetta mitt þriðja, en þetta annað sólólagið. Annað sólólagið, einmitt. Og ertu búin að sitja núna bara og semja í þessum blessaða faraldri sem hefur geisað? Já, í rauninni ég búin að gera það, sko. Já. En þetta lag samt, textinn við þetta lag, ég búin að eiga hann í nokkur ár, sko. Já. En svo í COVID þá settist ég píanóið og kláraði þetta. Og kláraði þetta, magnað. Mér finnst það, en svona mín reynsla, það hjálpar ofta að sko byrja á hlutnum og saltan svo aðeins og koma að honum aftur. Já, sammála. Og þá líka breytist þetta kannski og bætist í og svona. Já. Það er fínt að, koma þessu aftur. Það verður meira juicy þegar upp staðið. Sammála. Magnað, þannig að þetta er, hvað heitir lagið, svona við má forhundnast það? Lagið heitir Minn eigin dans. Já, Minn eigin dans, magnað. Og er einhver svona, var það einhver sérstök kveikja á bak við textan eða tónsmíðina? Já, sko, textan skrifaði ég í partíi. Já. Svona, þetta hefur verið örugglega 5. 7. partíi sem ég fór í röð sem var bara nákvæmlega eins. Það var sami playlistinn og sömu brandararnir sagðir nákvæmlega eins og það var búið að vera að trufla mig þá í dálítinn tíma þessi ég vil ekki segja grunnhyggni beint vegna þess að ég er ekki að ráðast á neitt með þessu, en mér finnst fólk vera ofboðslega hrætt einhvern veginn við það bara að vera og vera það sjálft og þarna var ég svo ótrúlega meðvituð grímuna sem allir báru og mér fannst vanta einhvern veginn meiri karakter og ég setti svona pingu bjóruð, viðurkenni það, settist pingu bjóruð út í horn, pingu pirruð og ég skrifaði texta sem ég lagaði svo aðeins betur að almennari aðstæðum, bara gerfi mennskan sem við lifum í dag. Já, og eins og ég segi, engin ásökun á neitt, heldur frekar bara ég hef verið sekkum þetta sjálf. Ég hef alveg reynt að passa inn hér og þar og breytt mér aðeins fyrir það. Já, höfum við það ekki öll, hugsa ég. Jú, alveg en þannig að þetta er svona að frelsa sig undan þessum sýndarveruleika. Já, akkurat. Þess að ég veit hvað hann er að tala um. Já, nei, frábært. Ég veist þetta er eitthvað sem allir tengja við. Já, hugsanlega. Og fólk finnur lagið náttúrulega á Spotify vantarlega og svona helstu stöðum þar sem fólk neytir tónlistar. Nákvæmlega, akkurat. Ég er svona að reyna að vinna í því að koma inn út á stöðvarnar þessa dagana. Já. Þannig að við vonum hvaða myndavél á ég horfi? Bara þá sem þú vilt. Við vonum að þau spila það. Já, það hlýtur að vera. En sko, og hvað tekur svo við? Er bara stefnan sett á plötu í framhaldinu? Eða? Já, ég er að vinna að 8 laga plötu núna. Já. Og svo er ég að fara af stað með smá hliðaverkefni bara með vinum mínum sem er algjörlega ótengt þessu, sem er tónlistarsköpun líka, en allt öðruvísi. En næst ætlum við að taka svona coverlag sem ég held að ég var búin með að því ég starfaði sem trúbador svo lengi og var fara að langa svo mikið að fara í mitt eigið en ég ætla að hafa 1 coverlag á plötunni og það er lag sem ég finnst mega lyfta betur upp, það heitir Álfakóngurinn. Manstu eftir því, eftir Heimi Sindrason? Mér finnst ég kannast við nafni, ég kem ekki alveg fyrir mig hvaða lag það er. Sérstaklega þú svona einmitt listræn og skapandi, ég held að þetta sé algjörlega fyrir svona ævintýralegt lag sem ég var með áratu frá því ég var barn. Mamma söng þetta í kórnum þegar ég var lítil og ég hafði samband við Heimi og hann gaf mér leyfi fyrir að endurgera þetta með þeim fyrir var að ég klúðraði því ekki. Stressandi og spennandi. Já, sjálfsögðu. Það er mjög spennandi, ég hlakka til að heyra það. Já, ég líka. Og fylgir, veistu hvað, ertu búin að setja einhver svona stefnu á hvenar platan á að vera tilbúin? Það fer allt eftir því hvernig bankabókin verður. Það sem að það er ekkert að ódýrasta í heimi að vinna tónlist. Nei, það er bara... Þannig að það fer eftir því bara hversu mikið er að gera, hversu mörg aukverkefni er, hvað ég á mikið umfram, hvenar þetta fer að stað. En ég er að gera þetta í pörtum, ég er bara að fara rólega í þetta. Maðurinn minn er ekki sáttur, ég myndi eyða öllu í þetta. Nei. Að lifa líka. Já, sjálfsögðu. Það verður að gera þetta skynsamlega. En við ætlum að fá að heyra þetta lag. Já. Bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og bara gangi þér ótrúlega vel. Takk fyrir að fá mig og takk sem við leiðis. Mín er ánægjan og
Föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni en Vala ætlar að ljúka honum með laginu sínu Minn eigin dans. Takk fyrir að horfa, við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Þvingaður hlátur, óeinlæg bros, ég vil ekki vera hér. Tilgerðarleiki, yfirborðselska, utan veltum að stauga mitt sér. Dansað af skyldu, ekki af gleði, ég velti því fyrir mér. Hvernig staðið skiptur að ég sé sú sem horfir niður á hér. Þess vegna dansa ég minn eigin dans. Skálaði víni eins og við var að búast. Víst eru þau söm við sig. Sömu lögin spiluð aftur og áfram. Ég ætti að hyggja mig í taktlausu flæði við ímyndaða tóna. Rífa þau aðra mig á meðan aðrir skynja undir kæða hljóma. Hér með ákveð ég að þess vegna syngi ég mitt eigið lag, útskúfað en tilbúinn að segja þér að ég sé í gegnum þetta gæsku að deila ljósi, deppar ekki þér loga.